Hérna förum við þá yfir verkefni 2 námdaskynjara og erum við AC-skynjara og DC-skynjara og það eru spanskynjarar og rýmdarskynjarar í þessum flokki og þeir sem eru spanskynjarar þeir skynja efni sem leiða rafmagn eins og járn, ál og eir en rýmdarskynjararnir þeir skynja öll önnur efni og vatnið hefur mest áhrif. Það hefur næmnistuðulinn 1, plast hefur 0,3 og gler líka. Og við sjáum hérna rýmdarskynjari tengdur, raðtengdur við spólu í segulrofa. Og við mælum spennu yfir skynjaran. Og ég ætla að líta hérna á þá innri rásina í honum. Það hérna erum við með skynjarana, námdaskynjarana og hérna innri rásinn í AC-skynjaranum. Álagið það tengist hérna mest niður í 0 og straumrásinn fer í gegnum skynjaran og þá komum við hérna í gegnum brú vegna þess að hér reiðstraumur sem þarf að afriða í gegnum týristórinn sem hérna inn í rásinni og við þurfum alltaf einhvern smástraum fyrir skynjunarrásina þannig að það sé alltaf eitthvað segulsvið til þess að framan spanskynjara eða við séum með rýmd eða þéttavirkni við rýmdarskynjara og þá kallað mín-straumur sem þarf alltaf að vera í gangi ef að skynjarinn af. Ef normally open skynjari, hann skynjar ekki hlut, það þarf samt að vera einhver straumur í gangi og þessi straumur, hann veldur ákveðnu spennufalli yfir álagið en það spennufall það lítið að það virkar ekki spóluna í segulrofanum en ef við værum með inngang á háómskum inngangi á stýriliða, lítilli iðntölvu, þá getum við ekki notað svona AC-skynjara beint inn á þær iðntölvur. Og þess vegna erum við frekar að vera með bara DC-skynjara við slíka og vera bara með þá 24 V innganga. Það myndi ganga beint. En svona AC-skynjara þurfum við alltaf að hafa millilið eins og svona rafleiða áður og við getum tengt og tengjum bara að hafa snertuna beint inn á inngang 230 V inngang á stýrileiðanum eða inntölvu sem verður með hátt inngangsviðra. Því að þessi mín-straumur hann rústar alveg þeirri virkni. Þessi mín-straumur hann getur ekki verið í gangi þegar það hátt inngangsviðra. Annarkot bara skynjar hann strax að sé hátt merki eða þessi inngangur hann með allt og hátt viðnám þannig að skynjararrásin hún getur aldrei unnið. Hann bara virkar ekki hægt. Svo að þá spáum við ekki meiri það í bili en við sjáum það að við þurfum erum við svo með skýrsluna áfram að þegar við mælum þetta þá erum við með rýmdarskynjaran, þá erum við með 230 volt yfir skynjaran sjálfan þegar hann skynjar ekki hlut, það eðlilegt, það öll spennan yfir skynjaran en það samt 4,5 milliampere lágmarksstraumur í rásinni. Það nóg til þess að skynjunarrásin hún sé í gangi og geti þá tekið og skynjað efni sem kemur nálægt skynjaranum. Og svo skynjar hann hlut þá dettur spennan yfir skynjaran úr 280 voltum niður í nokkur volt. Spurning hvort þessi 10 volt ekki í svona hærri kantinum.
en þá yrði í rauninni kannski bara spenna yfir álagið 220 volt en straumurinn í rásinu verður þá 35,6 milliampere sem ósköp eðlilegt þegar að týristorinn leiðir straum í gegnum segulspóluna. Síðan á eftir þá förum við og athugum með skynjunarfjarlægðina en nú skulum skoða spanskynjarann. Það sama með hann að hann er með alla spennuna yfir sig sjálfan þegar hann skynjar ekki hlut, hann normally open líka, setur NO, normally open og það fellur þá 2 volt yfir álagið og þetta bara svo pínlítið spenna, það hefur ekki áhrif á spóluna og lágmarksstraumurinn 1,7 milliampere er nóg til þess að skynjunarrásin sé í gangi. Í þessum spanskynjara, hann þarf greinilega miklu minni straum heldur en rýmdarskynjarinn til að vera virkur. En síðan þegar hann skynjar hlut, þá dettur spenna yfir skynjara niður 4,3 volt og álagið fær alla spennuna 227 volt og þá fer þetta upp í 35 milliampere líka álagsstraumurinn gegnum rásina. Svo að hérna gátum við líka verið með auka rás til þess að láta snertu gefa bara samband út á ljós. En þetta hefur ekki nein áhrif á spanskynjunum sjálfan eða rýmdarskynjunum. Og svo mældum við fjarlægð frá mismunandi efnum, byrjum á kannski spanskynjaranum því að járnið skynjast úr mestu fjarlægðinni, 15 mm, svo þurfum við að fara næst að skynjaranum með koparinn, eða eirinn, 5 mm, álið skynjast úr 7 mm fjarlægð og svo skynjar hann ekki tré, vegna þess að tré leiðir ekki straum og það er ekkert járn inn í trénu og það er ekki engir hvirfilstraumar sem að myndast í öðru heldur en efnum sem að leiða rafstraum eða taka segulmögnun. Og þá skoðum við rýmdarskynjarann að ef við komum með járn nálægt honum þá skynjaði það úr svona 12 mm fjarlægð, koparinn mjög svipað 14 mm og álið úr 16 mm fjarlægð. Og tré skynjaði eins og úr 3 mm fjarlægð því að það vatnið hefur til dæmis mikil áhrif líka í þessu að ef að tré væri til dæmis mjög blautt þá myndi að skynja úr meiri fjarlægð. En þetta ágætt og síðan förum við yfir í jafnstraumsskynjarana og þeir eru ýmist með PNP útgangsrás eða NPN. Og hérna sjáum við, hér normally open skynjari NPN og svo normally closed. Við sjáum það á táknmyndinni hvort það eru normally open eða normally closed. Og munurinn náttúrulega bara sá, þegar normally open, að þá eru að mæla alla spennuna hérna milli útmerkisins hérna á skynjaranum og 0 eða mínus segja og þegar að hann verður virkur þá tengir transistorinn sem sagt hérna strauminn niður og þá mælum við mjög lága spennu. Þetta svolítið öfugsnúið en þannig virkar straumrásinn og þá getum við skoðað einmitt eins og hérna NPN að transistor sem að tengir hérna neðri enda álagsins niður í mínus á nokkru leyti og við sjáum hérna til dæmis spanskynjar hérna sem var NPN að það mældist öll spennan yfir hann þegar hann skynjaði ekki hlut, þegar skynjaði af það var 23,8 volt, við erum með 24 volta spennu hérna við inntölvuna og þá var spennan yfir álagið mjög lág, 0,7 volt og í rauninni var straumurinn inn á innganginn
hann var í rauninni engin, það var eiginlega 0 milliampere. En síðan þegar að hann skynjar hlut, hann sem sagt stöðunni á, þetta er normally open skynjar sem farin að leiða straum þá ættum við að hérna ætti spennan að fara miklu neðar. Hún ætti eiginlega að vera hérna hefur eitthvað vikslast mælingin. Það er eins gott að við skoðum það. Að fyrir rýmdarskynjaran þá er það eðlilegri mæling því að þá verður spennan skynjaran verður hérna 2,2 volt og í rauninni hafa vikslast þessar tölur hérna 1,4 volt og 22,7. Því að 22,7 volt verða þá rauninni yfir álagið en 1,4 volt yfir skynjaran. Það er mjög eðlileg spenna milli kollektor og emitter á transistornum. Þannig að ég næ kannski bara hreinlega að leiðrétta þetta hérna. Set þetta inn hérna í staðinn. Svona. Þá tek ég þessa spennu hérna. Svona. Og færi hérna yfir. Svona. Þannig að spennan yfir skynjaran á dettur niður í 1,4 volt en spennan yfir álagið verður 22,7 volt. Og straumurinn í því samhengi er þá 8,7 milliampere. Já, þetta er ekki ampere, þetta er milliampere. Að gera rétt á það í leiðinni. Svona. Og hámarksstraumurinn er sem sagt 400 milliampere hérna í þessum spennskynjara. En rýmdarskynjarinn var með hámarksstraum 200 milliampere. Og ef við skoðum þá PNP að þá mælist sem sagt spennan yfir útganginn hérna yfir álagið en við mældum líka spennuna hérna við töluna yfir transistorinn transistor sem sagt hérna og það er þá hér PNP, skynjari, spennan í skynjaran er þá 23 volt hérna og þá er spennan yfir álagið mjög lág, 0,1 volt og straumurinn er náttúrulega 0 við það er aðstæður en síðan var skynjarinn á, hann skynjaði efni, það er rýmdarskynjarinn og þá datt spennan niður í 2,2 volt og við fengum spennu yfir álagið 21 volt hérna og straumurinn fer þá upp í 5,6 milliampere. Og þetta er mælst allt eðlilega. Og hér verður 21 volt spenna yfir álagið sem tengist niður í mínus af því að PNP skynjarinn hann leiðir strauminn frá plús. Og það er bara munurinn á þessum mælingum hérna er sá að PNP skynjarinn þegar hann tengir frá plús þá fáum við hátt gildi yfir álagið, mjög eðlilegt þegar hann skynjar hlut, það er normally open skynjari og hins vegar þegar við erum með NPN þá verður spennan 0 þegar hann verður virkur, sem sagt normally samskonar skynjari, normally open. Þá tengir nefnilega transistorinn bara eins og rofi neðri endi álagsins niður í mínus þannig að spennan fari yfir álagið en það verður engin spenna yfir transistorinn. Það er svona að sjá það hérna. Þegar hann er á þá dettur spennan niður í 2,2 volt en álagið fær alla spennuna. Svo að við skulum skoða það í samhengi við próf, æfingaprófið eftir. En við skulum renna í gegnum fleiri skynjara eins og ljósneminn hérna. Þar erum við með PNP skynjara og hann er í sama hólknum, hann er með ljóssendi og ljósnema. Hann tekur endurkast frá ýmsum hlutum og spennan mælist yfir hann 23,3 volt og hann gefur mjög lítinn straum, sem sagt hann er með náttúrulega 0 straum
í byrjun og þannig að spenna yfir álagið bara 0 volt, þetta svo lítil spenna og þegar hins vegar skynjarinn á þá mælist samt 5 volt yfir hann en álagið fær bara 17,8 volt. Það rauninni nóg til þess að inngangur á umtölunum verður virkur en ég mældi ekki strauminn, hann mjög lítill. Hámarksstraumur í þessu skynjari 100 milliampere. Svo að þegar við erum með svona skynjarar sem gefur mjög lítinn straum og við ætlum að prófa hann og getum við einhverjum tilfellum þurft að vera með magnunarrás og þá myndum við tengja það svona upp til dæmis. Ef hann með PNP þá myndum við vera með NPN transistor sem magnar upp strauminn og þá skulum við klára að tengja þessa mynd hérna með því að skella henni inn í Paint og kannski hægt að klára þetta bara í þessu forriti hér. Það hægt ef að prófa, ef að reyna það? Sko, custom pen hérna, já, við erum með hérna og tengjum við hérna útganginn á skynjaranum, hann tengist hérna inn á baseinn á þessari rás hérna og svona 2 transistorar, samtenging á þeim. Hvað kallast svona tenging? Hún kallast Darlington tenging. Þá tengjum við þetta hérna kollektorna saman hérna. Það áttu að klára myndina sem sagt. Og svo höfum við hérna díóðu. Það eftir að klára að tengja hana, ekki satt. Og hvað gerir þessi díóða ef hún tengt hérna yfir spóluna? Hún ver transistoruna fyrir spanpúlsum frá álaginu því að hér segulorka sem að myndast í spólunni þegar hún á straum og þegar að hann hættir að skynja þá hættir straumurinn hérna að halda transistorunum opnum, þeir loka og það verður skyndileg straumbreyting hérna, straumurinn ætlar að dvína hérna í spólunni, það reynir spóluna að viðhalda straumnum, býr til plús hérna fyrir neðan og það sem að þessi díóða gerir, hún leiðir strauminn stuðleið hérna í gegn, þannig að straumurinn, hann fer hérna hringsólar hérna í gegnum spóluna. Þannig að hann skemmir ekki transistoruna eða skynjuna. Svo að spanpúlsinn hérna, hann eyðist í sjálfri spólunni og þetta kallað straumskipti díóða til þess að verja rásveitnar hérna, transistoruna og það allt saman. Og það var spurt hérna hvað kallast tenging T2 og T3, það sem sagt Darlington tenging. Það var búin að hérna klára það. Svo eina var það að við vorum með mismunandi fjarlægð á mismunandi litum hérna og ef við erum með glitauga, það virkar eiginlega best til þess að senda tilbaka geislan inn í skynjarann. Endurskinsmerkið, já. Það var hérna alveg 1 metri. Speilvan var nokkuð góður líka en hérna glitauga var best. Hvað er glitauga betra en speil? Jú, ég held að það sé sérstaklega gert til þess að endurkasta ljósinu. En speilinn, hann kannski ekki eins byggður. Já. Það málið. Þá erum við eiginlega búinir að fara í gegnum mest af þessu, nema ég ætlaði kannski að rétt að skoða þá spurningar varðandi þetta í prófi í einhverju hérna, já, við séum ekki með hérna hérna eru sambærilegar spurningar úr skýrslu 2. Hvaða gerð af transistor sem þetta, NPN eða PNP í þessari útgangsrás hérna sem náttúrskinnara hér? Einn svona annars spurning sem kannski ekki tengt þessu við.
Því hér spurt hvort þetta er PNP eða NPN. Þið sjáu það á myndinni, ekki? Af því að hann að tengja neðri enda álagsins niður í mínus, þá þetta NPN. Það örin á transistórnum sem sagt vísar niður og þá hann að tengja sem sagt niður í mínusin. Og hann náttúrulega normally open eins og við sjáum á táknunni hérna. Og hvaða spenna myndi mælast milli merkis og mínus þegar hann skynjar hlut. Af því hann normally open, þá myndi í rauninni engin straumur vera að ferðin hérna og það yrði í rauninni mesta viðnám í rásinni hérna milli merkis og mínus, þannig að við erum að mæla spennu þegar hann ekki að skynja hlut. En þegar hann skynjar hlut, þá tengir transistorinn neðri enda álagsins hérna niður og þá bara 0 volt. Það mælist nánast 0 volt hérna yfir. Þannig að ef við berum þetta saman við, sem sagt, mælingaverkefnið sem var hérna, þá erum við með mælingarnar hér og við erum með hérna NPN, transistorinn, tengir sér það neðri enda álagsins niður í mínus og mælingin á þessu NPN, það þýðir að þar vorum við með álagið, spennan yfir álagið var náttúrulega 0 en það þýddi það að það öll spennan yfir transistorinn, skynjari, NPN skynjari hérna, 23,8 volt, hérna, milli útgangsins og mínus. Hér öll spennan, þannig að þegar hann tengir neðri enda álagsins niður í mínus, þá spenna milli mínus og merkis 0 volt. Og þá það AC-skynjarinn. Hvernig við tengja hann? Þá tengjum við þetta svona saman að tengist ekki eins og rofi skynjarinn og hann hérna frá L1 inn í NC skynjarann inn í 2 segi og 1 tengist inn í A1 og spólan sem álag í rásinni. Hvað myndi gerast ef við myndi tengja skynjarann beint 1 og 2 milli L1 og 0 á spennugjáfanum? Og þetta normally closed skynjari. Hvernig var straumrásin? Þá myndum við tengja hérna rásin. Ef við myndum ekki tengja hérna inn álagið, heldur frá þessum punkti hérna og beint í N, það bara alveg lína hérna frá N og hérna inn á þennan hérna, og hann normally closed, þannig að hann leiðir hérna strax í gegnum týristorinn og milli L1 og þá fer það hérna í gegnum díóðu 3 og díóðu 2 hérna beint í 0. Hvað myndi gerast? Við myndum ekki vera með spólunni hérna, heldur bara beint milli 0 og L1. Hvað myndi gerast? Sjáu það ekki? Hérna kannski svona, ég veit ekki, 250 ohma viðnám. Ef við sleppum því, hvað gerist þá? Hvað mikið viðnám hérna í þessari rás? Díóðan, það ekki mikið viðnám henni. Týristorinn, mjög lítið viðnám henni. Díóðan, lítið viðnám. Hvað? Það alveg hárrétt, það bara skamhlaup. Og skynjarinn myndi eyðileggjast. Það bara 20 skall, það bara farið á það. Já, það málið. Og þess vegna verður alltaf að vera álag í raftengingu við svona rás og þá höldum við áfram að skoða prófið
Og það spurt hérna, hvaða spennu má búast við yfir skynjarann í D þegar hann skynjar hlut? Hérna D-liður, hvaða spenna verður yfir milli 1 og 2 þegar hann skynjar hlut? Þá opnar hann, já, hættir að leiða. Hann verður þá meira viðnám heldur en í spólunni, og það sem mest viðnám í rásinni, hvað gerist með spennuna? Þetta eins og við værum með rofa, við myndum að slökkva með rofanum, hvaða spenna mælist yfir rofan? Öll spenna? Já, öll spennugjafaspenna. Akkúrat, það er rétt. Þannig að það myndi vera bara 230 volt. Akkúrat. Og síðan hérna spurt eitthvað meira þessa skynjara. Hvaða hlutverk hefur í mínstraumurinn í AC-náttskynjaranum? Það alltaf einhver smástraumur þó að hann væri að skynja hlut sem sagt, ok, og þá hérna hættir hann að leiða, en samt verður alltaf einhver smá straumur samt í rásinni. Þetta sérstaklega kannski maður getur hugsað sér normally open skynjara og hann af. Það samt smá straumur í rásinni. Við sáum það í mælingaverkefninu sem hérna í AC-skynjaranum, við erum aftur komin í hann, að þar vorum við með 4,5 mA straum í rásinni þegar hann var normally open, hann skynjaði ekki hlut. Fyrir hvað var þessi straumur? Þessi mín straumur, hann nefnilega til þess að skynjunarrásin hérna vinstra megin, hún sé í gangi. Hún skynji hlut þegar hlutur kemur inn í svið, og það segursvið eða rafsvið. Þá alltaf smástraumur sem fer hérna í gegn 4,5 mA alveg feikinn nóg til þess að skynjunarrásin sé að vinna sitt verk allan tíman. Þá bara kannski 2 volt yfir spóluna, og það í lagi. Má alveg vera 2 volt yfir þessa spólu. En hins vegar hátt inngangsviðnám á stýrliða, það gengur ekki að nota þannig skynjaði beint inn á. Ok, en þá það næst hvers konar efni skynjar spannskynjarinn? Hann skynjar sem sagt eir, ál og járn. Og hvers konar efni skynjar rýmdarskynjarinn? Hann skynjar öll önnur efni sem með rafsöfnunarstuðul. Og vatni hefur mest áhrif á rýmdarskynjarinn. Hvernig stuðul? Rafsvörunarstuðul, hérna í þessu skjali hér, mælibúna nema, það farið í mismunandi efni sem rýmdarskynjarinn skynjar, og rafsvörunarstuðullinn, hann mismunandi eftir efnum. Vatn hefur mest áhrif, það sett á 1 hérna, og öll önnur efni sem hérna í töflunni hafa lægri stuðul heldur en vatn. Til dæmis olía hérna, hún hefur næmnistuðulinn 0,2, þannig að við getum ekki skynjað olíu gegnum til dæmis gler eða plexigler, því að plexiglerið hefur 0,3, það hærri næmnistuðul, þannig að það skynjar plexiglerið áður en við skynjum olíun. Hins vegar gætum við skynjað ef að væri komið vatn í olíuna. Þá getum við skrúfað
skrúfuna hérna á næmninni niður, þannig að það skynjar ekki olíu eða plast eða eitthvað svoleiðis, heldur að myndi skynja vatn sem að er kannski komið í olíu. Það er bara það sem að vatn geti svona safnast fyrir, getum við sett það skynjara á þann stað. Og þannig að þetta er ástæða fyrir því að við getum ekki skynjað olíu gegnum plexigler eða gler. Gler er líka hérna, það er líka stöðin 0,3 alveg upp í 0,7 sko. Og svo erum við með alls konar aðra hluti hérna. Timbur er á bilinu 0,2 til 0,6, þess að þurrt timbur, ef það væri blautt þá náttúrulega skynjast miklu betur. Og við vorum með það þarna áðan. Svo að hérna svipa með pappír, hann getur skynjað pappír, en það er líka næmstullin er tiltölulega lágur á pappírnum. Ef við sjáum hérna blautt timbur, það er alveg upp í 0,9 sko, því að það er svo mikið vatn í þessu. Og svo sjáum við alls konar efni hérna. Allavega að það er til formúla til þess að reikna út það bil skynjunarfjarlægð. Það er tekið dæmi einhvern gummihlut sem að þetta á þessu skynjar á skynja, og hann hefur skynjunarfjarlægð er þá gefin upp fyrir viðkomandi skynjara, og vinnslufjarlægð er þá sú fjarlægð sem að hann mun skynja hlutinn úr. Þetta reikna þessa vinnslufjarlægð. Og þá tökum við dæmi hérna gummihlut sem að hefur næmnisstuðul 0,3, en skynjunarfjarlægðin þessar skynjara er 10 mm, og þessi skynjunarfjarlægð fer svolítið eftir til dæmis sverleika hefur áhrif sverleikin á skynjaranum, hversu mikil skynjunarfjarlægð er á viðkomandi skynjara. En þessi skynjari hefur skynjunarfjarlægðina 10 mm, og gummihluturinn hefur þá næmnisstuðul 0,3, og þess vegna er vinnslufjarlægðin bara margfaldið þessu 10 mm sinnum 0,3, eða þá á hann að skynja gummið úr 3 mm fjarlægð. Þannig hægt að reikna þetta út. En ok, þetta verður nú ekki mikið, það verður ekki spurt þetta í prófinu. Þetta er bara eitthvað sem þið getur flett upp á ef þið þyrftu að nota í ykkar starfi. Ok, en sem sagt, og ég var að nefna fyrir hjá rýmdarskynjunum áðan, að það er að stilla næmnina þannig að við getum til dæmis skynjað vatn til dæmis í gegnum glerflösku eða plasttank eða eitthvað slíkt. Vegna þess að plast eða plexigler hefur næmnisstuðul 0,3, en vatnið hefur 1, þannig að hann er miklu stærri vatnið, og við getum skrúa niður næmnina í skynjaranum, þannig að skynjar ekki plastið heldur vatnið í gegnum plastið. Ok, þá er það eitthvað fleira sem að ég held að við séum þá komnir í gegnum nándalskynjarana. Já, sko líka það kallaðum bæði eru til AC og DC skynjarar sem eru skermaðir eða óskermaðir. Það þýðir það að ef við erum með skermaða kafla, skynjara, ef það eru skermaðir, þá þýðir það að það er efni úr leiðandi málmi sem að nær alla leið hérna út við endan, þannig að við getum skrúa alveg slétt við festilhlut sem er úr málmi, skiljið. Þá
liftar hann alveg hérna við efnið. Þú skrúa hann alveg hérna slétt við ef hann skermaður. Hins vegar, sko, ef við þurfum einhverja meiri skynjunarfjarlægð, sko, hérna þurfum við að koma aðeins nær með efnið. Því að segursviðið það nær ekki alveg eins langt hérna út ef hann svona skermaður eins og hérna þegar hann óskermaður. Þá nær segursviðið hérna út og þá þurfum við að gera ráð fyrir ákveðnu plássi hérna kringum endan á hann. Og þá sjáum við það á þessari mynd hérna að segursviðið til dæmis hann nær hérna út fyrir brúnina á honum og þess vegna náum við að skynja hlut úr meiri fjarlægð þegar hann óskermaður. Og þá þarf maður bara að passa það ef að skynjarinn er óskermaður að það sé pláss hérna í kringum endan. Svo að festistykkið hafi ekki áhrif á skynjunina eða segursviðið hérna. Ok, þetta er munur á óskermaðum og skermaðum skynjara. Ok, þá held ég að við séum búin að fara í gegnum allt í varðandi náttúrskynjarana. Að hér er sem sagt nettenging og hér erum við með sýnishorn. Sýnishornið það var tengt samkvæmt B-staðli og það eru 4 pör í Cat 5 kapli og ef við erum með regular leiðslu sem sagt, venjulegan kapal, þá er sama tengingin í báðum endum eins og á sýnishorninu, á B öðrum megin og B hinum megin líka. En ef við útbúum crossover þá er sem sagt annar endinn með A staðlinum og hinn endinn með B. Þannig að annar endinn er með þessari uppröðun hérna og hinn endinn með B. Og þannig er hægt að tengja saman 2 tölvur af eldri gerð þar sem að netkortin eru gömul og geta ekki víxlað á milli sendingar og móttöku. Þær fá sína IP-tölu, 2 mismunandi, sem sagt, hvor sína IP-tölu, þannig að þær geta talað sín á milli, þetta samnýta gögn á milli þeirra og sem sagt hér er hérna svo verið að tengja saman og það væri hægt að samnýta prentara með því að tengja hann með USB við eina tölvu og merkja við sharing and security. Það er farið í það til þess að samnýta prentara. Og það er hægt að tengja saman 3 tölvur og með switch, en í okkar tilfelli núna þá var ein tölvan ónýtt. Og tengingin, sem sagt, hvaða gerð af neti er notuð í dag og það er nánast eingöngu bus. En hugsanlega hægt að forrita þetta með einhverju hinna gerðana sem sagt, í forritun á netinu. En bus er aðal grunnurinn í þessu. Nú, almennt netgerðin í þessu er sem sagt brautarnet og það tengist með þessu switch sem sagt. Svo að þá erum við komin í gegnum þessar spurningar hérna, nema að vera einhverjar spurningar hérna í þessu prófi sem við vorum með hérna, þú veit, hér vorum við með þetta próf, það var hér, já, hérna netkerfin og hér er sagt hérna lýstiði búnaði sem að þarf til að tengja saman 2 tölvur að eldri gerðum með einum netkabli og þá þurfum við að nota crossover og
þá myndum við tengja þær saman. Hérna höfum við það. Í rauninni væri bara nóg að nota crossover kabel. Og hvaða munur er á venjulegum regular netkabli og crossover kabli? Og þá hann eins paraður í báða enda, sem sagt regular kabelinn, en crossover kabelinn hann með sitt hvorum staðli í endanum. Öðrum megin T568A og hinum megin B. Og síðan þarna hvorgerðin af netkabli notuð til að tengja saman prentara og tölvur með switch. Það gert með regular kabli mestmegnis. Og netgerðin sem mest notuð bus. Ok, síðan skoðum við næstu skýrslu og við ætlum að skoða skýrslu 4 núna. Og þá erum við með fyrst skynjara sem stöðunemi 0 til 350 gráðu viðnám. Þetta stilli viðnám, mjög nákvæmt, og gefur 4 milliampere við 0 gráður og 20 milliampere við 250 gráður. En milli 250 og 260 gráður þá ómarktæk staða og straumurinn hann bara einhverstaðar út fyrir sviðið væntanlega. En hérna höfum við straumrás í gegnum svona stöðunema. Við höfum straummæli, spennugjafa og svo getum við breytt straummerkinu yfir í spennumerki. Og við erum hérna með 0,2 til 1 volt ef við tengjum 50 ohma viðnám í rásina. Ef við ætlum að fá spennumerki inn á Arduino til okkar, þá getum við tengt hérna 250 ohma mótstöðu. Þá myndum við fá merki sem að veri 1 volt til 5 volt. Passar akkurat fyrir Arduino. Og þá spurt hvernig merki gefur íhluturinn. Hann gefur í rauninni viðnámsgildi sem breytt yfir í 4 til 20 milliampere straummerki. Þannig að það viðnámsgildi. Sem breytt í staðlað straummerki í rauninni. Því að þetta stillanlegt viðnám, svona nákvæmt. Sjá. Svona. Og síðan spurt hvernig getur þú mælt merkið. Það gert með því að setja straummæli inn í rásina og það var sýnt í rauninni hérna bara. Hérna straummælirinn inn í rásinni og svo fyrir skynjaran sem í lyftunni. Þar erum við með fleiri útgangsmerki. Við erum með 4 merki hérna. Hérna vorum við með 3. Þetta þessi skynjari 0 til 300 og hérna 345. Sviðið hérna á þessum var 350 en reyndar á þessum hérna akkurat 345 gráður. En hann var með 3 mismunandi útgangsmerki. Það var straummerki sem við vorum að tengja upp og spennumerki og síðan hægt að fá bara viðnámið beint út frá hann.
En lyftuneminn sjálfur, hann gat fyrir utan straummerki, spennumerki, viðnámsmerki, gat hann gefið út sem sagt tölvumerki, svona serial merki og þá skoðum við það hérna í skýrslunni að hérna búið að setja þessa mynd inn viðnámsmerki, spennu, straum og tölvusamband hérna og síðan hérna ég held að við segjum þetta gott umfjöllun stöðunema, förum yfir í hitaskynjarana og R-breytin og þessi skynjari sem að við vorum með var hérna K-hita rafaki. Við eigum líka PT100 sem í rauninni viðnáms hitaskynjarar, þannig að það er bara breytilegt viðnám og þeir kallast PT100 vegna þess að þeir eru við 0 gráður á Celsius, þá er viðnámið í þeim 100 ohm og síðan hækkar viðnámið eftir því sem að hitinn eykst. En skynjarinn sem við vorum með í sambandi var K-hita rafaki og það eru 13 mismunandi hitarafakar sem að hægt að vera með við R-breytin. Síðan sendir R-breytirinn 4-20 mA straum eftir hvað hitastig er á ferðinni á hitasviðinu til dæmis 0-100 gráður sem við vorum með í sambandi við hann. Þá var það sent með forritunartækinu. Allar upplýsingar hvaða gerð af skynjara og hvaða svið hann er að vinna á er sent í gegnum þetta forritunartæki, looplink, til R-breytisins og þá fær hann að vita náttúrulega leið að alls konar leiðréttingatöflur og sem að tilheyrir viðkomandi skynjara. Og sem sagt preset forritið var sett upp og það var 5331 var þessi R-breytir og hitasviðið var 0-100 gráður og við stiltum kvörðunartæki á 70 gráður. Þá sjáum við hérna á línuritinu að við erum með straum sem er 14,8 mA sem samsvarar þá að það var í 68 gráður. Þannig að það munar bara 2 gráðum þarna en í þessu tilfelli ef það er bara punktmæling á þessari kvörðun þá getum við bara lagt við 2 gráður. Og þá værum við með það raungildi hitans sem að væntanlega væri á staðnum. Munaði bara 2 gráðum. Og við prófum að vera með straummæli í rásinni frá forritunartækinu að R-breytinum og þar mældum við 2,4 mA en það tilheyrir rauninni bara straumnum frá forritunartækinu að R-breytinum. Það er það sem að fer í gegnum þessa einingu hérna sem er merkt þetta COM. Communication einingin hérna er að nota þennan straum, þessi 2,4 mA. Þetta er náttúrulega fyrir neðan sviðið sem byrjar í 4 mA. En hann er ekki að senda sannlega einhver straumtakmörkun í þessu forritunartæki, þannig að hann er ekki að senda það mikinn straum. En við mældum í rauninni þann straum sem að tilheyrir þessum samskiptum og samskiptaformið er kallað HART protocol, HART, HART protocol sem er notað milli forritunartækisins og R-breytisins gegnum þetta communication unit. Svo sjáum við þarna í þessum R-breyti, þar erum við með ýmis önnur tæki eins og AD-breytur og DA-breytur. Hvað gera þær? Þær breyta sem sagt analog yfir í digital sem sagt, eða frá hliðrænu merki, alveg spennandi straum, yfir í digital, yfir í stafrænt merki. Og síðan frá örgjörunum er tekið sem sagt digital merki eða stafrænt merki og breytt yfir í
hliðrænt merki, sem sagt analog, og til sem sagt að stjórna transistornum sem að stýri straumnum í rásinni hérna, þá 0 til 16 mA sem bætist við þessi 4 mA hér, þannig að í heildina fáum við 20 mA straum milli hérna 1 og 2, og það þessi rás sem að stjórnar straummerkinu frá R-breytinu. Svo það fer eftir því hitastigi sem við mælum hérna með ýmist þá K-hitarafaka sem við vorum með í sambandi hérna, og þá var notuð aðferðin cold junction compensation hérna, mæld á staðnum, bara internal, og það leiðrétting fyrir hitastigsbreytingum við köldu tenginguna á hitarafakanum. Því að hitarafakinn gefur frá sér spennu sem að fer eftir hitastigsmun á heitutengingu og köldutengingu. Þannig að ef að hitastigi breytist við köldutenginguna, þá náttúrulega breytist spennan og það þarf að leiðrétta fyrir þeirri breytingu. Svo hefur við líka PT100 sem getur tengt við, og sem sagt 2 víra, 3 víra eða 4 víra, ónákvæmasta tengingin við PT100 er þess 2 víra, nákvæmasta tengingin er 4 víra tenging, því að við sendum hérna mælistraum í gegnum skynjarann og síðan mælum við spennuna hérna í 4 víra tengingunni beint milli 4 og 5, og svo eins getum við verið að nota þessa tengingu 3 og 6 ef við mælum köldutenginguna lengra í burtu frá R-breytinu. Það er kallað þá external cold junction compensation. Þetta er leiðrétting fyrir hitastigsbreytingu á köldutengingunni, þá lengra í burtu. Þar tengjum við þá saman rafakavírinn við eirvír, og þar er mæling á hitastiginu við köldutenginguna. Svo að hérna í EPROM-inninu þá geymdar upplýsingar hvaða skynjar í sambandi og hvað þessi skynjari með sem sagt, af eiginleikum, sem sagt, það þarf að vera með leiðréttingartöflu sambandi við viðkomandi skynjara, og þarna líka geymt á hvaða sviði skynjarinn á að vinna, til dæmis 0 til 100 gráður. Þannig að það er allt saman geymt í þessu minni hérna, rafmagnslega útþurrkunarlegu lesminni. Og við getum alltaf breytt þessari lesminni, þessu EPROM-minni, vegna þess að við getum bara tengt forritunartæki við og skiptum skynjara og hlaðið inn nýjum upplýsingum inn í minnið. Ok, skoðum þetta áfram með verkefni 4. Að þá vorum við í rauninni bara að gera þessar mælingar og fengum að 14,8 mA voru þá það sem við fengum hérna, og það samsvaraði 68 gráðum. Svo að hérna fengum við línrit þegar að við vorum með skynjarann í sambandi. Þetta var K-hitarafaki, og þá held ég að við séum búin að fara í gegnum þetta allt saman, og hérna 4 skýrslan er þá afgreidd. Við erum með marga skynjara hérna í verkefni 5. Reyndar er jónískuskynjarinn, það er hægt að nota hann vegna þess að við erum með geislavirkt sýni í jónískuskynjara, þess vegna er búið að banna jónískuskynjara. Og hins vegar við höfum skoðað hérna mismunandi stöðvar, það er rafskiptastöðvar og svo vinnslustöðvar, en varðandi við klárum hérna skynjarana sjálfa, þá vorum við með optíska skynjara, þess að ljósnema, sem að skynja alveg gott endurkastsring
ögnum í reyknum og gefa þá merki reyk, eld. Svo hérna optískur skynjarinn, hann staðsettur á ýmsum stöðum eins og til dæmis í loftstokkaskynjara og í síuskynjaranum líka. En hitaskynjarnir, það ýmist fasthitaskynjari, þannig að hann fer í gang til dæmis við 90 gráður eitthvað slíkt, þá gefur hann merki, eða að hitastigurskynjari, hann fer í gang ef að hitastigið breytist hratt, hækkar mjög hratt, þá fer hitastigurskynjari í gang. Og þið reynið yfir það hvar þessi skynjar eru helst staðsettir og hvernig þeir eru sem þetta notaðir þannig að valdir ákveðin staðir fyrir þá. En munur á rásarskiptastöð og viðfangstöð er svona þessi að rásarskiptastöðin, hún er þannig að við vitum að fáum boð eld til dæmis í einhverju ákveðinni rás, en við vitum ekki nákvæmlega hvaða skynjari er að gefa merki. Þess vegna þurfum við bara að fara á viðkomandi stað þar sem viðkomandi rás er í tengingu, til dæmis í ákveðinni hæð, í fjölbýlishúsi, þetta væri 4 hæða hús, eitthvað slíkt, að þá færum við á viðkomandi hæð þar sem viðkomandi rás er með skynjara og við þurfum að leita að þá viðkomandi skynjara sem væri að gefa merki. En í viðfangstöðinni þá fáum við upplýsingar nákvæma staðsetningu á hverjum skynjara fyrir sig, því að hver skynjari hefur sína adressu og þannig að þá er líka hægt að merkja hvar í hvaða herbergi heitir þess að skynjarinn er staðsettur í. Svo að það er miklu nákvæmari staðsetning og miklu auðveldara þá að fara á réttan stað til þess að bregðast við. Nú, í svona kerfi er líka til sérstakir skynjunarbotnar sem að einangra ef verður skammhlaup í rásinni, að þá erum við með svokallaða skammhlaups einangrunarbotna og þeir eru samkvæmt reglugerð, það mega ekki vera fleiri heldur en 20 skynjarar á milli skammhlaups einangrunarbotna. Og ef að kemur skammhlaup upp í slaufu, þá rjúfa þeir og einangra sitt hvoru megin við skammhlaupið til þess að slaufa fari ekkert öll út, svo að stöðin getur þá lesið frá sitt hvorum endanum að biluninni. Þá les hún alla þessar skynjara sem eru í rásinni sem er allt í lagi með ennþá, en bara sá hluti af rásinni sem er biluð dettur út milli skammhlaups einangrunar botna einhverja tveggja. Það er svolítið öryggi í því að fara ekki öll stöðin út ef að verður bilun í svona rás. Ok, síðan það getur verið handbóða lögn og síðan einingar sem að geta verið í svona slaufum og það getur verið skammhlaups einangrunarbotnar í svona lögnum og þá fer ekki all slaufan út Nú, en bjöllulögnin, hún er vöktuð með því að senda svona blæðistraum í gegnum rásina og þannig að enda viðnamið
það stjórna því að straumurinn verður bara örlítill. Hérna 4,7 km að viðnáum og verður þá pínlítið straumur í gegnum rásina sem kallaður svona blæði straumur. Ef það eru margar bjöllur í röð hérna og einhver bjallan tekin úr eða einhver hluta vegna hættir að gefa samband, þá hættir þessi blæðistraumur að renna og þá fáum við viðvörun í stöðuna og getum við brugðist við og lagað bjöllulögnina. Og það eru fleiri staðir þar sem að svona blæðistraumur er nýttur til þess að fylgjast með hvort að lögn sé í lagi. Þannig að endaviðnámið það þarf alltaf að vera í síðustu bjöllunni til dæmis eða síðasta hlutnum sem að er á þeirri lögn. Og þá er bara með það hvernig að þessir skynjarar eru útbúnir, til dæmis loftstökkarskynjarinn, hann er með inn í litlum kassa utan á loftstoknum og þá fara rör bara til þess að taka sýnishorn af loftinu sem fer loftstokkin og hérna tekur þá skynjar reykinn ef að kemur reykur inn í loftræstikerfi. Það er mjög mikilvægt að loftræstikerfi hætti að blása ef að kemur upp eldur í húsnæði, því að þá annars myndi loftræstikerfi næra eldinn með súrefni. Þannig að það er að gera að leið og brunaviðvörunarkerfi fer í gang að brunaviðvörunarkerfi það slökkvi á loftræstikerfi ef að loftræstikerfi er í húsinu. Og þetta er prófað reglulega og tékkað á þessu og allavega eftir breytingar og allavega í nýbyggingum þá er þetta allavega prófað strax eftir að búið að setja upp loftræstikerfið. Ok, þetta er svona helsta varðandi verkefni 5.